Góðan daginn, gott fólk og velkomin. Og nú til biblíustundarinnar. Við grípum núna vopnið eitt og ætlum að kveikja kerti á. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Ég búinn að gleyma textanum. Það var aldrei komið fyrir þig. Ja. En hér á bæ ýmislegt sem gleymist. Og það vex fiskur regg. Og það verður bara að hafa, ekki annars. Ég ætla nú samt að halda áfram. Og það hvet ég líka til að gera. Halda áfram. Aðeins að laga þetta, það betra svona að vera með þetta allt saman rétt stemd og stillt. Og kemur þetta allt saman miklu betur út. Þannig að maður ekki lengur á þeim stað að bara að gera þetta einhvern veginn. Maður reynir nú að hafa þetta eins flott úr garði gert og möguleikir á. Svo megum við heldur ekki gleyma því að ég erum að þjóna Guði. Og það svona hvatningi líka fyrir okkur að gera þetta nú hreinlega eins vel og við mögulega kunnum og getum. Það allavega getum við gert og skila verki af okkur allavega með þeim hætti. En vitum við þetta ekkert hvernig menn taka þetta, það allt annað mál. En allavega göngum við svo frá hnútum að við sjálf séum svona þokkalega sátt við það sem við erum að gera. Ég held, svona í gegnum árin, ef maður hefði aldrei verið sáttu við neitt af því sem maður gerði, þá held ég að maður verið nú bara löngu hættur þessu. Þannig við verðum að vera sátt við það sem við erum að gera. Og það hjálpa nú heilmikið til eins og með þetta efni að þetta nú fyrst og fremst bara Guðsverk. Og hann þurfti þetta mann til þess að sinna þessu. Og þú ert að heyra og sjá þennan mann sem að hann útvaldi til að gera þetta verkefni. Þetta merkilegt verkefni. Eins og allt sem Guð gerir merkilegt verkefni. Hvað ert þú að gera? Þetta sinna Guðsverkinu? Eða ertu kannski að reyna að skemma Guðsverkið? Þú mátt það svo sem alveg að þú nennir því, en ég hveti nú til þess að vera ekki þar. En þú gerir þetta eins og þú vilt og ég hveti til þess að gera bara það sem er rétt og ég vil líka fá hvatningu frá fólki að gera það sem er rétt. Allir vita auðvitað hvernig rétt er og hvað rétt er. En ég vil eignast það réttlæti sem trúi mín er að gefa og ég trúi á Jesú. Og hér er bókin sem hann setti upp í hendurnar á mér og sagði: Konráð, lærðu upp úr þessari bók. Og það hef ég gert mjög samviskusamlega allar götur síðan ég komst til trúar og er á þeim stað í dag að geta hvatt menn og konur til sama til að lesa þessa bók sem hér var bent á. Af því hún er bókin besta. Við eigum enga aðra betri. Sem tryggir okkur betur vilja Guðs en þessi. Þannig hún er algjörlega örugg leiðsögn í gegnum lífið sem að þú hristir höfuðið yfir, sem er merkilegt að þú skulir gera
viðurkennandi það í hinu orðinu að þú hafi nú aldrei lesið bókinu og að hvað er ekki að þér? Samt þetta búin að íta inn út á borðinu. Já, syndin er læfis. Hún fer með fólk hvert sem hún vill sjálf án þess því miður að fólk veiti því athygli hvers slags bull þetta er. Að dæmi einhverju leik sem maður viðurkennir og veit hafa aldrei kynnt sér. Það er nú ekki viskulega aðgerð, þetta er nú það sem menn er að gera aftur og baka fram. Við segjum ýmislegt sem við höfum enga innustæðu fyrir. En við þurfum öll á Jesú að halda og við höfum öll líka verið á þessu stað. Það finnast nú ekki mikið til hann að koma. Við höfum aldrei litið í hann. Því okkur vantaði að skorti skilyrðin til að þetta vaknaði einhver áhugi á þessu. Ég fekk trú og sá, nú það til Guð, strax kom löngun í að eignast Biblíuna. Fyrsta skiptið á ævinni sem ég leiddi hugan að Biblíunu og ég gerði í fullri alvöru. Ég vissi að þessi bók var til. En þessi bók var aldrei til á mínu æsku heimili. Við sem börn fengum Nýja testamentið að gjöf frá Gideon félaginu og þetta var gaman að fá ritið afhent, alltaf gaman að fá gjöf. Ég man allir því manni fannst það gaman. En hún fór ofan í smjörlíkiskassa sem móður mín blessunni geymdi inn í fataskáp hjá sér, inn í herbygginu sínum. Þar voru þessar bækur og fullt af öðrum svona pappirinn tilheyrandi börnunum. Og ég man eftir því að ég ætlaði nú að manna mig upp að fara nú að lesa þessa bók. Og ég hætti því mjög fljótlega þegar ég sá ekkert annað en Jesú. Og það er nú ekki mikið áhuga fyrir því. Það held ég hafi verið í eina skipti sem að ég þó gerði tilraun til og þannig er ég bara barn, kannski 12 ára eða eini, 10 ára kannski. Já, 12 ára segjum það. Við fengum það ekki þegar við vorum 10 ára, minni það. En einhverju seinna allavega þá fór ég að reyna að lesa þetta og ég var þá bara enn barn. Og það gerðist ekkert í þessum efnum fyrir en hvað? 89 eitthvað svoleiðis, 88 eitthvað svoleiðis. Þá var ég á sveitabæ og þar var þessi fína ráðskona og við vorum eitthvað að tala saman. Hún segir, ég ætla að fara að leggja með þess. Þú vilt ekki líta í þessa bók, Biblíuna? Og fóru inn og sótt hann og afhendi mér hann og lest hann og legði þessu. Jú, ég alltaf að lesa, taka hann með mér í fyrsta skipti sem að ég samþykti það. Já, þetta var 89, já. Vorið 89. Og ég les leiðilustu bækur í heimi, Mósebækurnar. Ég bara byrjaði að blæsa í eitt að ég kann að lesa bók. Og ég man eftir því ég gleymdi mér alveg við lesturinn. Ég var svo fanginn af Mósebókunum. Og í fyrsta skipti á ævinni sofnaði ég út frá því sem ég var að lesa og ég vaknaði einhverju klukkutíma seinna. Þá var bókin yfir brjóstun á mér. Þannig hún fangaði mig algjörlega í fyrsta skiptið.
Þarna var ég ekki fylltur heilugum anda. En það er svona eftir á hyggja stemdi nú hraðbyri í það. Svo haustið í október, ég hef nú skráða í október, ég man ekki hvort það var í október eða nóvember, bara til að stoppa einhverstaðar, til að maður sé geta velta þessu fyrir sér, það var eitthvað á þessu róli. Og þá fyllist í heilugum anda. Og staðfestingin komin á að til væri Jesú með berum beinum hætti. Og síðan, og ég vissi þá líka, maður fær staðfestingu svo margt, að ég hef alltaf oft fengið það, að af þessum vegi myndi ég aldrei hverfa, bara strax. Og 35 ára seinna, í dag, þó þetta veit ég miklu meira, en aldrei kvika frá þessari sannfæringu minni að fylgja Jesú. En þess að þegar ég frelsaðist og fljótlega eftir það eignast ég, fljótlega hvenær var það, kannski einhverjum mánuði seinna, ég er svo lengi að öllu eða flestum og mér var gefin Nýja testamenti. Ég oft talaði þetta. Það var gamalt snjáð Nýja testamenti, marg lesið, það sá maður nú þegar maður fór að fletta í bókinni, og það var þýðingin á undan 81 þýðingunni, man ekki hvenær hún er, ekki 60 eitthvað. Þannig að ég er búin að lesa þá þýðingun 81 og þýðinguna 2007. Og ég ger engar athugasemdir við neitt af þessu, en ég sá að þýðingin 81 frá henni þýðingunni, þegar ég byrjaði þar, las hana fyrstu árin. Maður var að njóta svona eitt og annað þarna á milli, en viðurkenndi að sumt væri betur sagt frá en á hinum staðnum, og svo las ég 2007 mótilið, og það var sama þar að ég hnaut margt, fannst margt vera allt öðru skrifað en var í þýðingun undan. Og sérfræðingarnir í Biblíunni, sjálfskipuðum, þeir hafa fundið þessu ýmislegt til foráttu og gera enn. Þetta er ekkert annað en roki, segi ég nú bara. Ekkert annað en roki. Ég á nú svo einfalda trú til, og menn eru nú reyndar held ég ekkert að meðtaka það, að ég segi Drottinn sér þetta sjálfur. Hvað er ég hafa áhyggjur af þessu? Ef hann stendur ekki vörð orðið sitt, hvað þá? Hann hlýtur að standa dyggan vörð orðið sitt. Ég held að hann hef ekki kallað mig neitt sérstaklega til þess að standa dyggan vörð orðið sitt. Ekki nema því leyti til að hann veit bara að ég fari eftir því, sem er allt annað mál. Og ég er reynt að gera það. En ég er ekkert að segja þér hvernig þú átt að gera þetta. Þú mátt gera þetta alveg eins og þér rétt þykir. En ég er að segja þér það hvað Drottinn, hvernig hann talaði við mig. Og þegar að segja minn kæri, þá hef ég raun og verið ekkert annað leyfi til neins annars en að benda þér það sem Drottinn er að segja við mig. Og það vil ég gera. Og frá þeim tíma sem ég frelsaðist hefur orðið verið mig kært. Og það fangaði mig eins og ég segi líklega 89 vorið, og ég sofnaði út frá bókinni meðan opna á bara brjóstinu, og það var aldrei gefst áður, hvorki fyrir það síðan. Algjörlega gleymdi mér. Þetta er líklega í fyrsta skipti og eina skipti sem ég hef gleymt mér algjörlega yfir lestri. Ég manni getur að það hafi gerst áður. Þannig að maður reyndi ýmislegt í fyrsta skipti á þessum ágæta stað út á landi árið 1989 vorið. Ég staðfesti það að þetta var þá.
og síðan mikið vatn runnið til sjávar og þessi ýmislegt séð og marga fjöruna sopið, en aldrei veiklast neitt í því sem að tók við 1989. Þetta vaxið stöðulega og enn við þetta heikast horn og segir enn ekki að fara neitt. Og hvert á ég að fara? Sögðu ekki Pétur og Jóhannes eða einhverjir lærisveinar að hvert eigum við að fara? Þú hefur orð eilífs lífs, nákvæmlega. Þetta segi ég líka. Þú, Kristur, hefur orð eilífs lífs og hvert á ég að fara? Það hefur engin annar en Kristur en Jesú orð eilífs lífs og hvert ætlum við að fara? Það bara annarkvort að vera þar eða bara að fara út í heiminn og deyja með honum í fyllingu tímans. Og það væri alveg hrikalega slæm bytti vitandi sannleika Jesú. Og þeir sem að eiga Jesú í hjarta sinu vita líka sannleika Jesú. Og þetta að togast á í mönnum. Alveg fram og tilbaka og alltaf sömu ástæðu, veikleika, tilfinningasemi, höfnunarkennd og öllu því. Þannig við skiljum betur í ljósi þessa hvers vegna Kristur talar að við auðsýnum hvort öðru vináttu og kærleika. Maðurinn að leita að þessu. Hann finnur það í ranni Guðs, en þó ekki alltaf, þegar rann Guðs yfirfull af mér og þér og við erum bara eins og við erum. Við erum ekki endilega alltaf skemmtilegsta fólkið sem aðrir hitta, en við erum Guðs fólk og getum og gerum oft uppörfa hvort annað og hvatt til góðra verka í Jesú nafni. Í Jesú nafni, myndu það. Þannig að samfélagið hefur gríðarlegt gildi og vægi. En ef ég vill ekki rækja mitt samfélag, þá það ekkert að gagnast mér og hverju að kenna. Auðvitað mér sem ræki ekki mitt samfélag og ger ekki það sem að orð Guðs hvetur mig til að gera. Eins og sömræði siður, segir Páll, sem vanrækja sínar safnaða samkomur. Þannig að hvetur okkur til þess að gera það ekki. Og ég tek undir þessi hvatningarorð Páls vegna þess að ég veit sjálfur gagnsemina. Ég að berjast við þetta? Nei, ég get ekki sagt að ég sé nú mikið að berjast við þetta, en það kemur samt fyrir að ég þarf að berjast við það. En ég hef nú komin á þann stað að láta ekki undan þessu, en ég bara eins og þú. Viðkvæmur feitur kall, komin á 8 ára aldur og ber aldurinn vel. Já, eða hvað? Byrja hann illa. En húan fer mig vel, ekki? Ég gaman að ég taka hann, að mér til að geta sett á hann á mig eftir. Ég elska það að setja hann á mig. Þess vegna teki hann annars slagið af mér. En það nú allt aukaatriði. Aðalatriðið þessi þáttur og tilgangur hans sem að hvetja mann og annan að orði Guðs sjálfur og leyfa orðinu að svolítið eiga mann. Fyrstu kynni mín af orðinu í alvöru var þetta sem ég var að tala áðan og það sagði mig, ég veit ekki hvað ég var búin að lesa lengi og ég sofnaði út frá orðinu með bókina yfir brjóstinu á mér í fyrsta og eina skiptið á minni ævi. Svo fangin var ég af þessu. En þessi hughrif þau lifði ekkert með mér, ég vaknaði og vissi að þetta hafði gerst og mér liði mjög vel. Svo var ég ekkert að hugsa neitt meira þetta. Og
og ég bara held áfram með mitt daglega ís og þys og haustið sem sagt frelsaðist ég og einhverjum, hálfu ári seinna þá eignast ég orð Guðs og það smátt og smátt hefur vaxið í kringu það. Þetta er allt í kringum orð Guðs sem við erum hér og erum að vinna þessa vinnu sem við erum að vinna hér. Þetta er allt í kringum orð Guðs sem að þessi búnaður sem við erum með hér er til. Hann er til þess að gera þetta og hefur verið notaður svona 99% til þessa verks, Guðs verks, einhvers konar og ekki til neins annars, þetta ekki keyptur til neins nema þessa. Þannig að leiðirnar eru margar í dag til þess að útbreiða orð Guðs og við ætlum ekki að gera lítið og neitt af þeim eða við verðum eitthvað að vega og meta gagnsemir af þessu og hinu. Við verðum bara að trúa því og vita það að það er gagnsemi af því að framleiða og frambera orð Guðs í hvaða formi sem er. Einu sinni var maður upp á kassa. Hann þess að mest af öllu orði hér áður fyrir og ég lengst af sögunar og er enn kannski, ég veit það ekki, fór fram á bakvið altarið. Prestur í skrúða flutti það orð. Ég held að kallin og kassanum hafi ekki komið þaðan. Það hafa lengi verið til sjálfstæði söfnuðir utan þjóðkirkjunar og ég held, eða ég reyndar að veita, ég hef aldrei pælt í því, en ég held að þessi kall og kassanum hafi komið þaðan. Átt trú, eða kannski átt hann bara trú með sjálfum sér heima. Við veitum Gústa Guðsmann á Siglufirði sem frægur er. Hann var einn á kassanum og mér vitanlega tilheyrði hann ekki neinu sérstöku söfnuði. Jú, hann er líklega, örugglega hefur hann nú verið þá í þjóðkirkjunu og svo rækt hana og sótt hana. Og já, hann er kannski eini kallinn á kassanum sem kemur það, en nú er ég að tala eitthvað sem ég veit ekki, ég hef ekkert skoðað þetta og aldrei kynnt mér þetta. En ég hygg allavega svona eftir að hyggja að Gústi blessaður hafi verið þar. En það voru kallar á kassa í Hafnarfirði og í Reykjavík og líklega öllu þessu að mörgum þessu stöðum, Akureyri og Siglufirði þar sem Gústi var og fleiri stöðu örugglega Ísafirði. Ísafjörður hefur nú oft verið svona með kristilega starfsemi lengi. Á Ísafirði var sjómannastarf til áratuga og maður þar að nafni Sigfús stofnaði og ég kom þangað eftir að ég sjálfur hafði eignast trú. En þá var Sigfús farinn, dáinn, en ég man eftir því að þetta hefur verið vænn maður, að ég var trúað maður, þarna ég sé oft sagt frá í Neskaupstað, og skrifa í Morgunblaðið, því að Morgunblaðið var eina blaðið þá sem eiginlega birti svona kristilegar hugleiðingar. Maður var hættur að reyna neitt í hinn blöðin. Heldur reyndar að þú getur ennþá skrifað kristilega pistla í Morgunblaðið, þannig að þeir mega eiga það að þeir halda í þessa hefð. En ég nú reyndar ekki mikið að skrifa í blöðin í dag. En ég skrifaði kristilegan pistil og held að maður hafi skrifað heimilisfangi sett undir og minnir að hafi byrst að ég man ekki alveg hvernig það var. Nema þegar ég kom á vinninu í daginn þá liggur á gólfinu bréf og ég opna bréfið og það er frá þessum Sigfúsi blessaði á Ísafirði. Ég man ekki alveg hvað hann sagði, þetta var svona bréf, ég er bara fallegt kristilegt bréf og
En þá var maður nú á þeim stað, ég sé nú alltaf eftir þessu, að maður var nú bara þjóðkirkjumaður, maður var ekki að vera eiga neitt með þess að sértrúarsefni. Maður var þar á þessum tíma. Ég gerði ekkert með þetta bréf og sé eftir því í dag. Svo skrifa ég einn í viðbót. Já, skrifaði, og hann sendi mér seinna líka, ég man ekkert hvað hann var að segja. Og það fór sama veg. Það var ekkert eiga þetta. En maður vissi ekki betur. Og svo sem sagt kynnist ég aðeins þessu starfi, það var nú reyndar ekki neitt rosalega mikið þarna á Ísafirði, en ég kynnist ég aðeins. En þegar ég var á sjó, þá komum við stundu til Ísafjarðar og þá man ég eftir að Sigfús og eða þetta starf sem hann var með, ég held að það var nú verið svolítið starf. Að einn daginn þegar við komum, fórum náttúrulega í land upp í sjoppu og svona þegar við vorum staddir það. Ég kom borð og í borðsalnum og borðið þar er alveg búið að dreifa svona kristilegu efni. Og maður svo opnaði þetta og fletti í þessu og laði þetta svo frá sér aftur og þess að pæla neitt meira í því. Man mjög vel eftir þessu. Og svo þegar ég komst til trúar sjálfar þá sá ég náttúrulega að þarna var bara reynt trúboð að ræða frá þessu sjómannastarfi sem að Sigfús blessaður stofnaði. Og hann er á þessum tíma enn lifandi. Ég man ekki hvernig hann dó. Sjáu það að hann sendir mér bréf 93 líklega, já, hann er lifandi allavega þá. En þegar ég kom til Ísafjarðar, það var eftir að ég kom söður, kannski 2023, þá er hann blessaður farinn. En sjómannastarfið enn til svona nafninu til. Ég held að hafa nú ekki verið neitt rosalega virt á þessum tíma og hvað það er í dag ef ég ekki hugmynd eða ég hef ekki heyrt neitt sjómannastarf í dag, núna í langan tíma. Þannig ég veit ekki stöðun á því. En ekki svo að skilja að ég sé neitt að fara út í þá sálma aftur en ég var tíma þarna í þessu. En ég held mér við þennan staði. Það sést að hvetja menn til Biblíu lestus og að bera sjálfur ábyrgð á sinni trú. Við verðum að vera þetta ábyrgðar fulla fólk. Og ef við viljum vera ábyrgðar fullt fólk, akkur þá ekki líka hvað okkar trú varðar, sem að verður okkar bara ángeri eftir það, eftir hún kom. Við þetta rækjum hana og erum með þau vopni kringum okkur sem að duga og engum auðvitað orð Guðs og sækjum samfélagið og eigum vini í kirkjunni. Það er mjög mikilvægt, Drottinn er að sýna okkur það meira og meira hvað vináttan er mikið afl innan veggja kirkjuna. Á þetta er ráðist og það ráðist á allt sem að mögulega þjappar fólki saman. Og svo náttúrulega er hinn árásinn sem þessi menn að fara í fílu út í hvern annan alveg út kvippin og kvappin. Það verið að ráðast á þetta kristna fólk. Og við þurfum ekkert að vera neitt undrandi því, hér er afl sem heitir Satan. Og það er bara til að gera þetta, hefur ekkert annað verk en ekki þetta. Og kann ýmislegt fyrir sér í því, en við getum varist og verjustum að því við erum að lesa orðið. Og það segir okkur allt það hvernig við eigum að gera þetta. Þannig að við þurfum aldrei að velkjast í neinu vafa það hvernig skuli nú að staðið. Við vitum það. Ef við vitum það ekki, þá er það vegna þess að við erum ekki að gera það sem að okkur snýr. Og það sem að okkur snýr er orð Guðs og ég einn ber ábyrgð á mínum lestri og minni fræðslu í orði Guðs að því ég hef hjarta sem að Drottinn gaf trú og þetta hjarta solgrar í sig og kallar eftir orði Guðs.
og öllu hinu sem Drottinn með, eins og samfélaginu og öllu því. Stundum erum við alveg ægilega fúl út í samfélagið okkar, en segðu mér hvað réttið það að fara með sjálfast þangað. Ég frekar en þú held við finnum ekkert svar við því, en stundum erum við þarna. Af hverju? Ég held að þurfum ekkert að eyða mörgum orðum það, því að þetta er bara veikleiki manna. Engin afsökun, en þetta er veikleiki manna. Við eigum aflið sterkara en veikleika okkar, og það er trúin á Jesú. Og hún hýfur okkur alltaf upp fyrir alla svona þælu, að því við erum að leyfina að vinna sitt verk. Eða ekki annars, erum við ekki að leyfina að vinna sitt verk? Jú, við leyfum henni að vinna sitt verk, og þess vegna er ég að gera það sem ég er að gera, að því ég er að leyfa trúnni minna vel vinna sitt verk sem hún vill gera sjálf. Og það er minn styrkur að leyfa þetta, svo fyrir þetta það er það mín mesta ánægja og gleði að fá að gera þetta, já. Þannig að þakklætið er víða. Við skulum lesa hérna Jesaja nokkur vers þar. Það er 49, kapli 49. Við skulum lesa bara frá og með 8, 1 vers. Svo segir Drottinn: á tíma náðarinnar bænheyri ég þig. Á degi hjálpræðisins hjálpa ég þér. Ég myndaði þig og gerði þig að sáttmála fyrir þjóðina til þess að reisa við landið og úthluta einnum erfðarhlutum. Þannig við sjáum hér að það sem Drottinn hefur sett, það mun að koma með aftur. Einnum erfðarhlutum. Af hverju einnum erfðarhlutum? Satan er að verki. Hann er hér til að stela, slátra, eyða. Hann er hér til að eyðileggja allt sem hann getur sem Guð hefur gert. Þess vegna erum við með orðið. Það hjálpar okkur til þess að standa vörðum þetta í Jesú nafni fyrir okkar trú, og þar er aflið sem hinn hræðist meir en allt annað. Af hverju? Að hann hefur ekkert í þetta. Hann hefur engin svör við þessu. Þess vegna gerir hann allt sem hann getur til að svæfa þetta og slæfa þetta og deyfa þetta. Þannig að þetta sé ekki virt. Hann er að hugsa sig þarna. Hann er hér til að stela, slátra og eyða, eins og orð Guðs segir. Ef við stöndum vörðum það sem Drottins er og gleymum öllu öðrum, því að það er best. Ekki? Ég lít svo á að það sé best. En hver er hafið þetta eins og hann vill? Mitt er ekki að skipta mér eitt af því, en mitt er kannski að hvetja menn í rétta átt, og það get ég gert og það ger ég. Meira get ég ekki gert. En ekki get ég gert, og ég ræði öllu það er að halda mér sjálfum réttu megin, og það ger ég til að mynda með því sem ég er að gera, af því þetta er vilji Guðs, og ég trúi því að menn taki við svona boðskap og fari í svona í auknum mæli að bara sjá þetta sjálfur, að lesa, og þegar þú komin vel inn í orð Guðs, og þá líka ertu komin vel inn í það að umgjörðin er þessi, og þú verður að vilja rækja stundirna þína betur og svo framvins, þetta orðið í raun er alltaf að hvetja okkur til þess. Og svo fyrir þetta það er að holta gott fyrir alla að bera ábyrgð svolítið á sínum málum sjálfur. Já. Það hef ég alltaf gert,
og aldrei í raun og veru haft neina aðra stöðu en þessa. Við sumt fær maður hjálp svo sem, en upp staðið þá hefur maður þurft að bera og gera hellingaverkum sjálfur vegna þess að manna er ekki að ræða. Ef eitthvað á að verða úr einhverju, þá verður maður bara að fara í þetta sjálfur. Það er langt síðan ég læriði þetta. Og ég held að þetta sé góður lærdómur. Lærdómur sem vel má gefa yfir til annara. Og þetta er staðan. Ef þú skoðar þín mál sjálfur og sjálf, þá sérðu að allt hefur þetta nú gerst þegar þú loksins drattaðist af stað í þetta og hitt. Þannig þetta er ekki blaður að tala með þessum hætti. En sumir vilja aldrei rísa upp í þetta. Þeir hengja sig alltaf á aðra. Okkur margt sem kemur þar til og helsta ástæðan líklega þessi andstyggð sem margir eru haldnir af og heitir skert sjálfsmynd. Andstyggð, því hún er andstyggð. Akkur skert sjálfsmynd. Þú ert bara manneskja sem drottið skóp og gerði margt í og hann vil fá að virkja þetta marga sem hann setti í þig. Margt sem þú setti en hann gerir það ekki nema þú leyfir það. Í þessu máli er fyrsta skrefið alltaf að játa Jesú inn í sitt líf. Og svo þegar þú ert búin að játa Jesú inn í þitt líf, þá ferðu að fá áhuga fyrir orði Guðs. Bara alveg eins og ég og líklega allir aðrir sem eiga til trú. Þegar ég frelsaðist, þess að ég margoft sagt, þá sagði ég þarf að fá mig Bíblíu. Bara leiðu ég upp og frelsaði, ég þarf að fara að fá mig Bíblíu. Svo ég gerði það að mér var gefið nú. En það nú styttast hjá okkur, við skulum lesa hérna þess. Mattheus og Guðspjall, 10. kafli. 26. Óttast þá því eigi, ekkert er hulið sem eigi verður opinbert. Mér leynt er eigi verður kunnugt. Það sem ég segi yður í myrkri, skuli þér tala í birtu og það sem þér heyrið hvíslað í eyra, skuli þér kunngera og þökum uppi. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sál og líkama í helvíti. Hann er drottinn að tala. Og þessi taka við þessum boðskap hafa innbyrt mjög göfugan boðskap. Leiðsögn, mjög göfuga leiðsögn sem þeir geta eignað sjálfum sér og gert fyrir sig sjálfan að taka við. Og að taka við orðið Guðs breytir þér. Meira og meira og meira, þannig að þú líkist meira og meira og meira Jesú. Og það er markmið hvers kristins manns, því get ég lofað. Og allir hafa jafnan rétt á þessu og engin öðru fremri þar, en vöxturinn er svolítið mikið undir mér komið og hversu vel ég vil að rækta mína trú, það ræði öllu. Og þar skilur á milli letingjans og þess sem er iðin við verkið. Leti er því mikill ókostur. En leti herjar á mann og annan, en hann getur hrist alltaf af sér letina. En ef hann hristir hann ekki af sér, þá loður hún áfram við hann. Svo má spyrja, og hvað viltu gera? Ég get ekki svarað því fyrir þig, en ég get hvatt þig til þess að taka ákvörðun. Og ákvörðun er nokkuð sem ég hef reynt og ég segi er gríðarlegt afl. Gríðarlegt afl. Sem vel má mæla með að menn tilengi sér. En það er komin tími og þá sný í stólnum, þú voru nú verið að ekki þetta, og kveð og tilkynni jafnframt að það verður annars svona þáttur að viku liðinni. Verið þið sæl.